Hæ. Ég með aðeins öðruvísi setup heldur en venjulega. Ég nefnilega að fara að gera svolítið öðruvísi heldur en venjulega. Ég að fara að föndra. Núna hækkar meðalaldur áhorfenda minna upp í 70+ kannski. Það allt í lagi. Ég nefnilega alveg svona 70+ í anda. En ég búin að lofa ykkur að sýna eitthvað svona DIY verkefni og ég fór á Nytjamarkað daginn og ég fer í rauninni í hverju viku, reyni alltaf að fara á 2 vikna fresti á Nytjamarkaðinn sem er hérna í nágrenni við mig og ég finn alltaf eitthvað sniðugt. Ég labba mjög sjaldan tómhent út. Ég svona hálfgerður draslsafnari og mér finnst það svo gaman að kaupa gamla hluti og breyta þeim eða bara nota það strax eins og við erum. Ég er búin að hugsa þetta vídeó í mjög langan Ég er búin að hugsa þetta vídeó í mjög langan tíma en ég er samt ekki ennþá búin að ákveða hvað ég ætla að gera. En ég ætla að sýna ykkur það sem ég keypti daginn. Þennan bakka. Já, ég keypti þennan bakka hérna. Þetta er bara svona mjög venjulegur, var örugglega mjög ódýr svona viðarbakki úr ljósum, bara einhverju svona krossviðu eða eitthvað. Hann er svo sem ekki það ljótasta sem ég hef séð, sko. Hann hefur allavega potential. Og ég ætla að gera eitthvað sniðugt við hann. Mér langar svolítið að gera svartan og mér langar að gera höndurnar gullitaðar. Ég er rosa mikið fyrir svart og gullitaðar. En það er ekkert víst að ég sé að fara að finna upp hjólið hérna eða fara að sýna ykkur eitthvað alveg bara wow, ég vissi ekki að þetta væri hægt. Og það er svona bakka þema hjá okkur í dag. Má ég tala núna? Ég elska að hafa nóg af bökkum heim hjá mér af því ég á rosa mikið af svona smádóti og svona skrauti. Eins og ég sagði áðan þá er ég svona drastlsafnari og ég á rosa mikið af skrauti, rosa mikið af kertum og kertastjökum og mér finnst gott að hafa bakka undir það. Mér finnst gott að hafa bakka undir snyrtidót, skartgripi og allt mögulegt. Það býr til svona skipulag í óreiðunni sem er mjög mikið þörf á í þessu litla húsi mínu. Og þetta er svona serving bakki, fattiði, svona til að taka með sér í sófann ef maður ætlar að fá sér kaffi og vöfflu. Nei, maður borðar ekki vöfflu í sófanum. Ég til dæmis á ekki sófaborð af því ég hef ekki pláss fyrir það og hef rosalega oft hellt kaffinu mínu niður í sófanum. Þannig að þetta geti komið á góðum nótum. Og var eitthvað sama? Og svo keypti ég þennan myndarama. Ábyggilega mjög margir sem hafa séð þetta áður gert. En það er mjög sniðugt að breyta svona myndaramum í bakka. Mjög auðvelt. Ég fattaði ekki þegar ég keypti hann að það væri kúpt gler í honum. Þannig að ég veit ekki hvort ég ætla að halda glerinu í honum eða taka það úr. Það fyrir allt eftir í hvernig ég ætla að breyta honum. Ég ætla að spraya og mála og gera alls konar æfingar hérna. Svo að lokum, ég ætla að hafa þetta svona 3-þætt verkefni. Þá keypti ég 2 diska og þeir líta svona út sem skiptir svo sem engu máli af því ég ætla ábyggilega að spraya og ég ætla að búa til einhvers konar svona 2 hæða, ég fatti, stand undir bara eitthvað, skartgripi, cupcakes, plöntur eða eitthvað. Ég veit ekki ennþá hvernig ég ætla að gera en ég keypti þetta hérna sem er bara svona vasi og það getur verið að ég stafla þessu einhvern veginn svona og bæti ykkur við og keypti líka þessi staup hérna. Annars finnst mér þetta bara mjög fallegt þannig að ef ég nota þau ekki í þetta verkefni þá nota ég þau seinna eða nota þau undir sjús. Og svo keypti ég líka þessa fíla hérna og þið átt að sjá svipinn á Togga þegar ég fór borgaði fyrir þá. Þetta er kannski ekki alveg minn stíl eða Togga. Upprunalega ætlaði ég að búa til bakka úr fílnum og eitthvað. Ég veit þetta lítur alveg ótrúlega asnalega út núna. En ég sá fyrir mér alveg mjög flottan svona kökustand eða eitthvað. En það meikar eiginlega ekki sens að því að hann er svo stór með diskana. Eða þeir. En svo er ég með fullt af skordýrum í alls konar stærðir. Og það gæti verið að ég myndi nota þau eitthvað. Ég veit ég er rosalega skrítin. Þannig að kannski er það ekki alveg að tengja við þessar pælingar hjá mér. En vonandi meikar þetta eitthvað sens þegar ég byrjaði á þessu. Ég ætlaði bara aðeins að segja ykkur svona hvaða pælingar er í gangi. Svona gróflega. Og áður en ég byrjaði þá ætlaði ég líka að segja ykkur að mér finnst oft mjög gaman að næla mér í innblástur af svona síðum eða úr búðum sem að selja svona home decor. Anthropology er til dæmis mín uppáhaldsbúð þegar kemur að svona innanhúshönnun og svona fallegum hlutum fyrir heimilið. Og svo nota ég bara Pinterest eins og svo margir og pinna svona eitthvað sem ég finnst sniðugt á Pinterest board. Þarna sjáðu til dæmis svona
stand, meira að segja með fíl, ha? En byrjum þetta dæmi. Ég ætla að byrja á þessum sófabakka og þarna er ég bara að skrúa höldurnar af sem hvaða hálfviti sem geti gert og svo pússaði ég hann aðeins með sandpapír. Upphaflega þá bjó ég til bara svona dökk svarbrúnan lit sem ég ætlaði bara að setja smá svona wash af á bakkan, svona bara eins og ég væri að bæsa hann, fattiði. En það bara kom mjög illa út eins og þið sjáið. Ég þurrkaði þetta bara af og svo málaði hann alveg svartan. Já, málingin sem ég notaði er bara svört mött akrýlmáling frá Panduro. Ég skal setja linka á hana undir vídeóið. Hér er ég að spreyja diskana og vasan með hvítu svona silkimöttu spreyi sem að ég fekk í húsasmiðjunni. Fyrst var ég að gera þetta inn í þvottahúsi en svo ákvað ég að færa mig út af því það var svo ótrúlega sterk lykt af þessu og það er ekkert rosalega gott fyrir mann að anda þessu drasliða sér. Kannski er það að hugsa af hverju keyptir ekki bara hvíta diska, en ég hefði hvort eð alltaf þurft að spreyja vasan með sömu áferð, þannig að gera þetta bara svona. Þarna er ég bara að velja skordýr til að spreyja gylt og ég spreyjaði líka ramman upp á nýtt af því það var búið að mála með einhverju svona beislitaðri málingu. Og þetta gerði ég með þessu spreyi sem fæst líka í húsasmiðjunni. Hæ, það er komin annar dagur. Það er reyndar liðnir 2 dagar. En ég spreyjaði í gær þennan ramma hérna, gullitaðan, og spreyjaði ég skordýrin, spreyjaði fullt af engisprettum og drekaflugur og eitthvað og höldurnar þessar hérna, en þá var spreyið eiginlega búið þannig að það er ekkert rosalega vel gert. Ég er að hugsa að gera ekkert meira við þennan bakka heldur en bara að festa á hann þessar gullhöldur og þá er hann bara tilbúinn, þannig að við skulum bara gera það. Þá er þessi tilbúinn, mjög einfalt og við ætlum að vinda okkur yfir í rammabakkan. Ég hugsa ég hafi glerið, það er ákveðið, en það er ógeðslega skítugt. Mikið betra. Ég bæði með svona prufur af veggfóðri, svo er ég líka með svona prufur af alls konar efni, svona efnisbúta. Ég ætlaði til dæmis að hafa gardínur fyrir allt húsið í þessu hérna. Djók. Þetta er allavega eitthvað sem ég er búin að sanka að mér í mörg ár, þannig að áður en þið spyrjið hvar fæ ég hitt og þetta efni, þá bara hef ég ekki hugmynd. Ef þið vissuð ekki, þá er yfirleitt hægt að fá pröfu af veggfóðri á netinu. Þá kemur það bara í svona A4 stærð og ég á alveg heilan helling af þessu. Nú er örugglega margir að hugsa af hverju þú með pröfur af veggfóðri, þú býrð í húsi með panelbyggjum. En það er alls konar hlutir að fara að gerast bráðum á þessu ári, vonandi. Stundum er þetta bara svona til að finna áferðina, sjá glansinn og svoleiðis, þannig að myndirnar make ekki sens. Þetta er til dæmis apaskott. En stundum er munstrið líka svo fíngert að það er hægt að nota það í eitthvað annað. Ég þarf að finna eitthvað sem passar við þetta gylt að hallast svolítið að þessu hérna. Svona peacock-munstri. Ég held að þetta sé bara fallegast. Hérna er mikið að gerast. Ekki gera sig. Ég elska þetta munstur, en mér finnst það ekki passa við. Þetta kemur alveg til greina, en samt ekki. Yes. Þannig er ég bara að skera út rétta stærð af veggfóðrinu, gera bara með svona litlum skurðarhníf og ég gera bara borðinu mínu. Ef þetta væri eitthvað annað borð, þá myndi ég hafa eitthvað undir. Ég var að spá að taka þetta hérna af, en svo ef ég tek það af þá mun þetta alveg pottþétt rispa flötinn sem þetta verður ofan á, þannig að ég ætla bara að hafa þetta og hann er ekkert skakkur eða neitt svoleiðis. Þá er þessi bara tilbúinn. Svo þriðja verkefnið er þetta hérna með diskunum. 2 diskar og vasinn og staupið hérna. Spreyja það líka hvítt og þetta hérna. Þetta er mjög spennandi, finnst mér, þetta hérna. Ég hef semst hugsað mér að hafa þetta einhvern veginn svona. Skiljiði.
svo fara kvikindin á þetta. Límbyssan er hérna. Ég myndi venjulega ekki nota límbyssu í þetta af því að ég hugsa að það sé ekki nóg sterkt bara til þess að halda þessu. Heldur myndi ég nota tonnatak, en ég á bara ekki tonnatak. Ég þarf að byrja að finna miðjuna á þessu svo þetta sé nú á réttum stað og svo ætla ég að byrja að líma. Það gæti orðið eitthvað messy, en ég ætla að reyna samt að setja svona límið einhvern veginn innan í þannig að það fljóti ekki hérna út fyrir. Það er algjör hryllingur. Ok, let's do this. Hér er ég bara að mæla diskinn, svo mældi ég vasan og fann miðjuna, krotaði á diskinn bara með blýanti. Og það gekk bara mjög vel að líma þetta saman á þess að færa allt út um allt. Það laga ekkert út eða neitt svoleiðis. Very nice. Þetta er fast í bili, en svo getur vel verið að ég lagi þetta bara setna með tóntæki ef þetta fyrir eitthvað að detta í sundur. En svo er það hérna engispretturnar og það. Ég veit ekki alveg hvernig ég á að raða þeim upp. Mér langar svolítið að hafa hérna þessar tvær á móti hvort, þessar stóru, og dreifa hinum svo. Þetta getur verið svolítið erfitt af því að hérna lappirnar eru að standa svona í lofti. Ég getur verið svolítið lengi að líma. Byrjum allavega á þessari hérna. Það við sé nærmynd af svona praying mantis. Úff maður. Svona, ég pantaði þessar pöddur á Amazon ekkert hjá fyrir löngu síðan og ætlaði að gera eitthvað við það, ég man ekki hvað. Nice. Þetta á að koma hérna ofan á af því ég ætla að setja drekafluguna hérna. Ég ætla bara að dunda mig við Ég ætla bara að dunda mig við að festa lappirnar. Ég nenni ekki taka það upp. Þannig að þið sjáu þessu bara útkomuna þegar þetta er tilbúið.